Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, komið sæl. Rauðaborðið heldur áfram. Nú komið að dagskrárliðnum reynsluboltar. Og reynsluboltar dagsins eru Erna Indriðadóttir, Steingerður Steinarsdóttir og Páll Ásgeir Ásgeirsson. Verið allir velkomin. Takk fyrir. Takk. Sko, á þessum degi fyrsta spurningin, svo horfðuð á Eurovision í gær. Riðil Íslands. Já, ég get nú varla sagt það nei, en ég horfði í gær, fyrirgeðu. Ég horfði í gær, ég horfði í gær og langaði að sjá Íslendingarnir mitt koma fram og fannst þið bara standa sig rosalega vel, voðalega fínir og mikill kraftur í þeim, eins og mikið verið talað um. En ég var ekkert neitt sérstaklega hrifin af lögunum almennt. Mér fannst þau öll dálítið lík og eitthvað ekki alveg, þetta allavega ekki tónlist sem höfða mikið til mín. Nei, Steingerður. Ég horfði á þetta að hluta. Ég nennti nú ekki að horfa á þetta allt saman og þar sem við vorum svo heppin að Ísland byrjaði, þá gat ég farið snemma frá sjónvarpinu. En ég sammála Ernu, strákarnir stóðu þessu afskaplega vel, þeir eru voðalega skemmtilegir og þetta lag þeirra er grípandi. En ég get alveg tekið undir með Ernu að þó að það hafi komið í gegnum tíðina mörg góð lög út úr þessari keppni og það eru til alveg fantafallegi lög sem hafa unnið þessa keppni, þá finnst mér hún almennt ekki áhugaverð á síðustu árum. Nei, en Páll? Nei, ég horfði ekki. Nei. En ég þekki tengdamömmu annars þeirra. Já. Ef það er ef ég fæ eitthvað prikk fyrir það. Nei. Þetta er ekki að horfa á. Nei, ég hef ekki. Svo hendur að segja að þetta var fyrst. Já, jú. Þeir eru kvínir, sko. Já. Þetta var örugglega að ganga vel. Þetta er gaman hjá þeim og þeir koma skemmtilega fyrir og allt það. En ég held samt að sko, þessi keppni er út af þessum pólitíska skugga sem er yfir henni. Núna síðustu 2 árin, þá er hún í einhvers konar lægð, sko. Mér hefur sýndist að margt tónlistarfólk kaus að sniðganga undan keppnina. Já, en ég horfði á íslenska framlagið, svo var ég bara dottinn niður í eitthvað vinnu og leika mér á tölvunni eins og nútíma fólk gerir stundum. En ég hafði ekki meira en það, ég horfði á íslenska. Og svo horfði ég reyndar á sko, þegar var að vera hvaða leik kemist áfram, sko. Mér finnst það alltaf gaman að horfa á. Það var fréttapunkturinn í þessu, hvort að Ísland kæmist áfram eða ekki og það var nú kannski megin ástæðan fyrir því að ég horfði á þetta. En mér finnst nú svolítið með þessar umræðu í kringum pólitíkina og Eurovision. Sjálf er ég þeirra skoðunar í grundvallaratriðum að það eigi ekki að blanda pólitík hvorki inn í alþjóðlegar söngvakeppnir, íþróttakeppnir eða annað og þess vegna mér finnst þetta svolítið sérkennilegt að gera þetta einhverjum pólitískum vettvangi vegna þess að það var alls ekki meiningin í upphafi og þetta átti náttúrulega að vera til að sameina fólk og svo því miður hefur þetta bara farið svona og það var náttúrulega Rússum var útýst og það hefur svo sem verið allskyns deilur í kringum þessa keppni vegna þess að menn vilja draga pólitíkina inn í keppnina sem ég skil ekki alveg sko. Af því að það er allskyns vettvangur annar til að berjast fyrir sínum pólitísku hugsjónum og mér kannski eigi að láta vera það sem að á að sameina fólk. Mér finnst bara ekki veita af því í heiminum í dag að sameina fólk og frekar en að reyna að sundra því. Það er sko alveg rétt. Og það er líka náttúrulega svo lítið óskiljanlegt hvernig það ætti að koma við stjórnvöld í Ísrael að þeim yrði bannað að vera í þessari keppni. Ég get ekki séð að það skapaði neitt þrýsting en ég get líka alveg skilið að fólki blöskri og því finnist óþolandi að þurfa að horfa upp á þessa þjóð einhvern veginn fá að fara fram að fáheyrðum fantaskap á meðan að við sameinist öllum að sýna Úkrænumönnum samúð sem þeir eiga fyllilega skilið og við erum öll sem tilbúin að fordæma aðgerðir Rússa en það er eins og allir séu tilbúnir og allar þjóðir heims einhvern veginn tilbúnar til að líta til hliðar og þegja yfir því sem Ísraelsmenn að gera. Já, og meira sem núna sko þeir bara hótanur það er bara jafnandi af jörðu núna, bara flytja fólki í burtuleið og finnst eitthvað viðtökuland. Já.
En þetta alveg rétt, það dálítið sérkennilegt hvað heimurinn svona vill gjarnan tala eitthvað annað heldur en að það svo, maður vilji svona snúa blinda augana þessu. En ég horfði ekki, það var ekki pólitískar ástæður fyrir því, ég horfði ekki. Finnst einhvern veginn að þessi keppni finnst mér aldrei borið sitt bara síðan að Gleðibankinn tók þátt og við fórum í spariföddin og áttum kampaðin í skápnum Við erum bara eftir að við myndum vinna. Ég náði mér eftir þau vonbrigði. Já, sko, íslensku blöðin og pressan sagði okkur bara að við væri nánast búin að vinna. Já, ég man svo vel eftir þessu kvöldi því að þetta lag var það búið að vera Gleðibankinn á vinsældalistar Rásar 2 bara dálítið lengi áður en keppni var haldin. Svo settist maður niður og allir bara vissir það að við myndum vinna. Það var meira sér búin að vera töluvert umræðan það hvar við getum haldið keppnin. Við höfum áhyggjur af því. Við höfum áhyggjur af því bara. Lögreglan alltaf bara svo lítil. En allavega, svo kemur bara þetta bara eins og bara, maður hefur verið kildur, sko. Eins og köldtuska. Eins og köldgusa bara, að við lendum þannig í 16. sæti og ég bara, lagið bara datt út af vinsældalistar Rásar 2, það var aldrei bara, eins og það hefði aldrei verið til og þetta var eitthvað svo vandræðilegt. Ég var stýrimaður á bát sem var á Rækjuvöðum og vorum að landa á Ísafirði og það heiti þannig á að við áttum að vera í landi þetta kvöld, þannig ég fór í ríki og keypti 3 freyðivín og svona skotið upp töppum svona, en það var allir vissir þetta, sko, Já, þú fengið að geyma þær flöskur aðeins lengur. Nei, það var bara ég var skála fyrir vonbrigðunum. En ég held að öll þjóðin bæði til sjós og lands hafi sko setið límd yfir þessum þætti. Því að ég bjóð svona takkjaða húsi á Akureyri og ég hafði útsýni yfir þarna Glerárgötuna sem stór umferðargata og ég að sko, hlaupa þarna eitthvað upp á milli hæða, var eitthvað að sækja eitthvað upp á loft og ég kemur svona niður og lít út á gluggann og það var bara engin bíll, engin manneskja neins staðar, það var algjörlega bara allt steindautt, sko. Reykjavík var yfirgefin. Ég er líka út í það farið, ég er ekki frá því sko, að við urðum fyrir sko, mjög sárum vonbrigðum og þetta var sko, svona sameiginlegt áfall ef svo má orðið komast. Ég held að Eiríkur Jónsson beri svo ábyrgð á þessu, sko. Hann var að skrifa myndi í DFF og hafa svona hástemda lýsingar í honum. Varst þú ekki byrjar á DFF á þessu tíma, 86? Já, Vestur Ísafirði. Við höfum sennilega verið hlið við hlið í ríkinu þannig daginn. Svo það hérna líka Úlfar Lögga sem bara gekk út þegar hann sagt að staðan hans yrði auglýst á Suðurnesjum. Og það, sko maður sér á samfélagsmiðlunum núna að fólk veit alveg út af hverju þetta og að hann hafi verið að taka og harkalega á útlendingum og það allskins svona einhverjar tilgátur hvað vakir fyrir ráðherra. Já, ráðherrann hefur náttúrulega sagt sjálfur hvað fyrir honum vakir og hún lítur kannski að vita það best. Já, sennilega. Og hún hefur bara lýst því að það sé verið að breyta svolítið verklagið þarna og gera þetta starfsemi eitthvað umfangsmeiri og svo framvegis. Og það sé svona ástæðan fyrir þessum breytingum og skiptum. Þannig ég veit nú ekki hversu mikið maður getur tekið marka á einhverjum kjaftasögum. Nei, þetta bara til dæmis eins og flokksformari Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hann búin að, til dæmis, það sem ég var að segja hérna, það eiginlega hann sem að, sko, harðastur í þessu, að ráðurinn þykji sennilega Úlfar og harður við hælisleitindur. Honum skjátlast sjaldan, Sigmundi. Sigmundur Davíð? Nei, þá sjaldan hann tala, sko. Mér finnst þetta, ég átta mig ekki alveg á því af hverju menn að reyna að gera eitthvað málur þessu. Nei. Ég meina, af hverju, það er ekkert athugavert að auglýsa stöðuna. Nei. Og ef það er meira og minna Úlfars val, svona frá mínum bæðinu séð, ok, ef hann vill fara í fílu, þá bara gerir hann það. Það er örugglega ekkert athugavert. Ég sé ekki einhvern veginn grundvöllin fyrir því að gera eitthvað svona, þessu pólitískar hreinsanir.
Nei, Ég tek sko alveg undir með Páli með þetta en svo líka má benda á að það var rætt þegar að mynd ársins var valin á vegum blaðamannafélagsins, frétta ljósmynd ársins, að þá fékk verðlaun ungur maður sem hafði tekið myndin í Grindavík og hann flutti mjög magnaða ræðu það hvernig blaðamönnum og ljósmyndurum var undir stjórn Úlfars meinað að fara inn í Grindavík og fylgjast með þessum atburðum og afleiðingarnar eru að þetta eru til afskaplega fáar ljósmyndir af þessum viðburðum sem að bara eins og hann var að benda á gerir það verkum að sögulegar heimildir verða færri og svona lélegri þegar að framlíða stundir. Já, eins og hérna í snjóflóðinu í Súðavík. Já. Það var mikil mistök þar. Þetta eru einkennileg vinnubrögð og sérstaklega í ljósi þess að við þekkjum söguna, sko. Það eru til einhverjar 2 myndir úr Súðavík frá björgunaraðgerðum og þar var tekin þessi harða afstaða, það mátti enginn fara í land. Og kollegi Úlfars, Ólafur Helgi, hann á það alveg skuldlaust. Það var sko þeir eru komnir, það var sett inn í frystiklefn, það var reyndar ekki frost á honum, en sko fristiklefin, þangað var sko fjölmiðlum rekið inn þar og mátti ekkert koma út og það var einhver einn sem fór út og náði þessum 2 myndum. Það var mjög sérkennileg vinnubrögð og maður hefði haldið eins og sást síðan í þessum hörmulegu atburðum sem urðu á Flateyri ekkert löngu síðar að þá voru menn búin að átta sig á þessu að þetta var auðvitað ekkert vit í því að halda að skrásetja ekki þessa atburði þó þeir væri svona sorglegir eins og raun bara vitni. En þetta virðist hafa verið gleymt þegar að En líka sko undarlegt þegar maður ber þetta saman við Vestmannaeyjagosið. Því að þaðan eru til alveg fjöldi ljósmynda, magnara ljósmynda og þá frá fyrstu tíð var fjölmiðlum hleypt til Vestmannaeyja og þeir komu þangað og fluttu fréttir og sendu myndir og allt. Þess vegna finnst manni svo undarlegt að þessi afstaða skuli hafi verið tekin þarna. Og sérstaklega í ljósi þess að á meðan að fólk var að tæma húsin sín og annað að þá vissulega var þarna hættustig en það var ekki, bráð hætta því annars hefði náttúrulega aldrei fólki verið hleypt þarna inn til að flytja í burtu búslóð og annað. En mér finnst nú bara svolítið gegn og gangandi í samfélaginu svona ef ég ber þetta saman við hvernig þetta var fyrir 20-30 árum. Þá finnst mér svolítið gegn og gangandi svona eitthvað miklar öryggisráðstafanir alls staðar. Þú kemst ekkert inn í hús eða inn í stofnanir eða einstæðar orðið nema bara að þú sért með bara einhvern kóða eða einhvern sem tekur á móti þér eða sko þetta er eitthvað, mér finnst þetta hafa breyst svo mikið og kannski er það líka með þá kannski ef að koma upp náttúruhamfarir eitthvað, ég get alveg ímyndað með þessi eitthvað meiri, eitthvað nervositet gagvart sko öryggi heldur en áður var, ég veit ekki alveg hvað veldur þessu. Það var sko líka okkur stundur sagt sko, við viljum ekki þið farið, en ef þið farið, það var alfarið ykkar ábyrgð. Það var ég man til dæmis einstu stór brunin á málningu, það sem var alveg ótrúlegt bál sko. Og þar var það svoleiðis að löggan bannaði öllum aðgang nema fjölmiðlum bara á ykkar ábyrgð sko. Sem fór vel sko, eða þannig húsi brann til kaldra kolla en það slasast enginn. En er þið búin að fara til Grindavíkur eftir þetta og skoða þetta? Nei, ég hef ekki farið. Ég fór þarna daginn og ég verð að viðurkenna að þetta var svona pínlítið eins og þegar ég stóð í fyrsta skipti ofan á hrauninu í Vestmannaeyjum og horfði á minnismerkin sem fólk var búið að setja upp heimilin sem að voru þarna undir að þetta kom til manns á svona allt annan hátt og maður upplifði þetta á allt annan hátt heldur en bara það að sjá fréttamyndir í sjónvarpinu og þar fram eftir götunum bæði hvað varnargarðarnir eru háir, ég hafði ekki einhvern veginn áttað mig á því fyrir ég stóð þarna undir þeim, líka hversu ofboðslega nálagt hraunið er og það er líka alveg magnað að sjá þessar risastóru gjár sem eru þarna og hús sem að halla fram og hús sem eru bara gjörsamlega ónýtt og maður sér bara að þarna verður aldrei nokkuð tíman hægt að reisa mannabústaði eða hugsa sér að verði mannabústaður aftur og þetta er svona
mjög áhrifamikil og þegar ég fór þarna þá var enginn á ferli. Þannig að það var einhvern veginn svona til þess að auka enn á þessa tilfinningu að maður stæði frammi fyrir einhverju skelfilegu og ég held að þetta sé eitthvað sem allir hafi svolítið gott af að fara og sjá þetta og skynja. Ég á 2 barnabörn sem búa í Svíþjóð og þau síðast kom hingað að þá fórum við með þau þarna og gerðum svo í Krísvík sem tók hring og þau átti bara, þau voru bara gáttu, sko, þau heilt náttúrulega Grindavík eitthvað, sko, en svo ljósmyndasýning hérna fyrir bara festi sem var. Akkurat, einmitt. Magnaðar myndir. Bara aldrei, þú var ekkert mjög vel klædd, sko, svona hafgóla, hún bara alveg las þetta aftur og aftur, gekk hring eftir hring, sko, en þetta er ótrúlegt að vera nærri svona atburði. Og þetta er einmitt þess vegna sem við þurfum þessar myndir. Það er vegna þess að aftur og aftur þá þurfum við að upplifa svona atburði. Ég horfði daginn, það er ekkert mjög langt síðan, að ég horfði á heimildamynd konu sem var stríðsfrétta ljósmyndari og hún er ein af þeim fyrstu sem fer inn í vinnubúðir nasista útrýmingabúðirnar þegar að þær voru frelsaðar og tók myndir og hún gerði mikið til þess að reyna að láta birta þessar myndir og hún fekk að hluta til hún var að vinna fyrir Vogue meðal annars og hún fekk að hluta þess einhverjar af þessum myndum sem birtar þar. En mikið af þeim fekk hún aldrei birt vegna þess að þarna byrjuðu menn strax að vilja grafa þetta og þetta var afskaplega áhrifamikil svona heimildamynd og þú veist og þarna líka einhvern veginn rann upp fyrir manni hvaða er mikið verðmæti í því að eiga allt svona skjalfest. Mikið rétt. Það má kannski benda á að það stendur einmitt yfirleitt sýning Ljótt sem Reykjavíkur, ekki? Á myndum Gunnars Vaff Andrissonar sem er nú svona okkar stríðsfréttarittari, má segja, í þessari daglegu baráttu minnstu kosti. Hann er hérna náttúrulega vinnufélag okkar byggja, stórkostlegur maður. Stórkostlegur maður. Og þetta er mjög fín sýning og minnir okkur á það að hvernig ljósmyndum getur tekið saman, sko, heilan áratug í einni mynd. Og kristallaðan. Svo kunni góð eftirherma líka. Náði bæði rödd og gungulegi Steingríms Hermannsson. Það var nú gaman að koma gangandi inn sko sem Steingrímur eða sko. Já, það er alltaf góð myndin af Steingrími líka hoppandi á öðrum fæti. Ég er náttúrulega Gunnar Andrésson alveg frábær ljósmyndari. Ég er bara ekki búin að sjá sýninguna, ég ætla endilega að fara honum næstu helgi sko. En það er sko, í þeirri mynd sko, hann er fóbrotinn. Forsætisráðan á Steingrími og hann er að fara inn og hann er allur á lofti. Já, þetta er mjög skemmtilega mynd. Sko, hvorki hækjan í fótur snerta jörðin, hann er að stökkva inn í stjórnarráðið. Þetta er frábær mynd. En sko, hérna, er ekki morgun, ekki 5. morgun, ætla þeir þá ekki að hittast í Tyrklandi, Zelenski og Putin? Já, það var allavega meiningin, held ég. Já, er ekki? En samt er einhverja svona efasemdir að Putin komi? Já, þetta er eitthvað óvissa í kringum þetta. Ég hef verið að tala um að Trump muni líka mæta, en hérna, það er alltaf fornilt að sjá hvað gerist á morgun. Já, það er það. Já, það er svolítið erfitt að spá fyrir þetta og menn hafa nú líka verið með einhverja getgátur að Putin hafi verið veikur. Það hafi verið einhverja getgátur það, þannig að maður veit það ekki. En það verður spennandi að sjá hvort að þeir horfist í augu og hvað gerist. Já, við verðum að vona. Já. Allara vegna, sko. Já. Það er náttúrulega, þetta stríð getur ekki haldið áfram endalaust, sko. Nei. Það verður að hætta einhvern tíma. Einhvern tíma verður það að hætta. Hvað menn sætta sig, hvað menn geta lífa við, hver miklu landsvæði rússar vilja fá að halda og hvort að það er einhvað vit í þessum samning Amerikanna við Úkraínumenn einhverju námaréttindi. Þetta er, við vitum í rauninni sára lítið þetta, finnst mér. Og það er líka vegna þess að sumir leikarar í þessari óperu, sko, þeir virðast ekki vera án fyrirfram skrifuðu handriti heldur. Það er svona bara
það alltaf nýtt í dag, eitthvað annað í dag en á morgun, í gær og allt þetta. Og það á bæði við leiðtoga Rússlands og Bandaríkjanna. En Zelenský, sko, hann var hérna, eins og þið vitið, hann var gamanleikari og kosin forseti og var mjög óvinsæll þegar Rússar hófu innrásina. Og vegur hans hefur heldur betur vaxið síðan. En hann lék forseta í gamanþáttaröðunum. Já, það var svolítið. Ég held að það hafi verið þannig. Þess vegna var hann kosin forseti að því virðist. Þannig að verða skilin milli listarinnar og lífsins aldrei óskýr. En hérna, besti flokkurinn var fyrirmyndin. Ég efast ekki. Nei, hann bauð hérna Jón Ignar og hérna eiginkonu hans í svona halvopinbera heimsókn til Kænugars. Og Jón sagði með það að þau voru með eitthvað fína bíl og bílstjóra og svo langaði konunni, hvað er það, Jóka, eða ekki? Langaði að skoði einhverju ákveðinni búð eitthvað og það var alveg sjálfsagt mál og þau konir í miðborgin og þar var svona hlið, sko, sem bílum ekki hleypt inn fyrir nema þarna að því Jóngnar og Jóka voru, þá var bara allt opnað fyrir þau og kyrtu og hann sagði að það var skamma sín en fólki að horfa hann verið ekki svona bíl við svona aðtafni, sko. En þannig sem sagt að Zelenský bauð honum sem sagt til Kænugars til að svona hann var fyrirmyndinas. Já, vegna þess að Jón, náttúrulega, hann gerði þetta sín tíma. Hann máði út skilin milli sko, listarinnar og lífsins. Hver var aftur helstu loforðans? Var það ekki ísbjörn í húsdýragarðin og frí handklæði í sundum? Og alls konar fyrir aumingja. Alls konar fyrir aumingja, það var eiginlega best. Það var stórkostleg stund þegar hérna og ekki þegar strætópilsarna átt að vera með handklæðin ef þú tekið strætó í laugina þá vingjur handklæði í strætó, þetta var svona En ég fannst mjög gaman að sjá þegar sko Zelenský var að taka við sem forseti þá var hann að nota og hann var að nota og mikið sko samfélagsmiðla til að sína skrifstofuna sína og sína fólki skrifstofuna sína og hann var kannski gangandi út á meðal fólks og jafnvel hermanna og þetta bara, ég hef aldrei séð stjórnmálamann nota sko samfélagsmiðlana þennan hátt. En það er náttúrulega kannski bara það sem koma skal. Hann læriði þetta best af loknum. Já, og gaman kannski ekki að séð inn á skrifstofu forsetans, sem er flestir kannski sem búi í Úkraínu komast aldrei þar inn eða munu aldrei sjá það. Og það er að verða svolítið þannig hér að það er einhvern veginn allt lokað og mikið. Það er opið hús á bestum stundum. Stundum, já. Og þá getur alþýða manna komið þangað. En á sýningunni er mynd eftir Gunnar Andrésson sem með Jón Gnarr inn á borgarstjóðarskrifstofunni þegar hann situr svona á borðinu. Mjög flott mynd. Já. Þannig að þetta er svona, þarna er fyrirmyndin, hún er, en þetta er náttúrulega búin að vera löng stjórnartíð hjá Zelenský. Leikarinn sem fór í forsetaframboðið og kjörinn sko, eitthvað til 4 ára sennilega og situr enn og kemst ekki neitt. Og í raun og veru er ótrúlegt hvernig þessi maður hefur tekið á því stóra verkefni sem fleygt var í fangið á honum. Og hann hefur staðið sig alveg með ólíkindum og ég verð að segja að ég dáði staðunum hvernig hann tók á himpingimpinu þarna Trump í Bandaríkjunum að það var alveg með ólíkindum. Sáfundur. Já, sáfundur og líka bara hans viðbrögð eftir á. Að maður sá bara hverslags maður þetta er að hann skildi ákveða bara að taka auðmýktina á þetta sem að var engin ástæða til og hefði miklu frekar átt að koma úr hinni áttinni. En hann bara skildi og skynjaði hverslags mannesku var við að eiga þarna á móti. Já, það var það. En við bara sem Evrópubúar og fólk í heiminum, við vonum að þetta fari vel hjá á morgun og Pútín mæti. Við viljum frið frekar stríð. Já, við viljum það. Það er alveg ákveðið. Herðu en sko, Alþingi, það er búið að tala mikið veiðigjaldafrumvarpið. Það er stríð. Það er stríð. Já, það eru mikil átök. Alveg mjög mikil átök. Og það er gríðarlega áhugavert að fylgjast með þessu. Vegna þess að það er gaman að horfa á þetta eins og stríðsfréttaritari
Það er þetta að halda því fram að þetta sé orustan Ísland, ef þú vilt, sko. Vegna þess að það eiga margir rosalega mikið undir þessu og ég held í rauninni að sko trúverðuleiki ríkisstjórnarinnar sé í húfi. Þetta er orusta sem ríkisstjórnin verður að vinna vegna þess að annars missum við trú á að þetta sé stjórn sem ætlar að koma ykkur í verk. Þannig þau eru að leggja rosalega mikið undir. Og þess vegna líka áhugavert að sjá viðbrögð sko útgerðarinnar og þetta áróður stríð sem að þarna er í gangi og tekur á sig margar mjög skemmtilega myndir og fróðlegar. En ég held að í rauninni sko þá er þetta er ekki prútt 10 milljarða eða 9 milljarða eða tvöföldun eða hvað. Þetta er í rauninni orustan það hver ræður. Hvort það eru hagsmunasamtök eins og samtök fyrirtæki sjávarútvegi eða hvort það eru pólitísk kjörnir leiðtogar. Og þess vegna það er engin málamiðlun í boði í þessari orustu. Nei, það er búið að taka hana. Það er búið að setja svona vægara á minni og meðalstóra. Það er búið að taka hana. En útgerðinni finnst það auðvitað ekki nóg. Nei. Og það er mjög áhugavert að sjá og það verður fróðlegt að sjá í annarri umræðu og núna í framhaldinu hvað útgerðin er tilbúin og þeirra fulltrúarinn á þingi hvað þeir eru tilbúin til hversu langt þeir ætla að ganga með þetta. Vegna þess að á einhverjum tímapunkti að þá fer það að bera saman sko, þú verður að horfa á það sem að hlusta á grasrótina og átta því á því hvað þjóðin raunverulega vill og það er þetta skoða fjöldan allan af skoðanakönnunum sem sýn okkur að það er gríðarlega stór meirihluti sem er hlynntur þessum aðgerðum og finnst þetta í rauninni löngu tímabær leiðrétting eins og menn hafa réttilega kallað þetta. Þannig að þeir sem að hafa mjög djúpa vasa og eru til í að berjast mjög hart gegn þessu, að þeir hljóta á einhverjum tímapunkti að meta það sko, hvað á að ganga langt, sko, vegna þess að á einhverjum tímapunkti þá fer það að snúast gegn þér. Sko. Eins og sjálfstæðisflokkur til að mynda sem að hefur skipað sér í mikla breiðfylkinga á bakvið útgerðina, á einhver staðar á leiðinni þá fer sá stuðningur að snúast gegn flokkunum, skilur við. Ef þú best of hart og mér finnst alveg ævintýralegt og í rauninni skrítin strategía að sjá fulltrúa útgerðarinnar og þeirra fótgönguliða þeirra horfa framan í þjóðinu og segja við hana efnislega þið bara skiljið þetta ekki. Það er ekki skilningur fyrir það er talað eins og það sé bara fólk sem býr í sjávarþorpum út á landi sem að skilur hlutverk og stöðu sjávarútvegsins í samfélaginu. Það er miklu minni skilningur fyrir því á höfuðborgarsvæðinu, segja menn. Og sá sem segir þetta, hann áttar sig sennilega ekki á því ef þú talar svona við fólk að þá kemur það bara í bakið að þér. Vegna þess að ég held að þetta sé í hugum fólks þá er þetta ekki dægurmál. Þetta er hlutur sem að yfirgnefandi meirihluti þjóðarinnar hefur mjög skýra og sterka sannfæringu fyrir. Og þess vegna er mjög varasamt fyrir þá sem berjast gegn þessu að ganga of langt í sínu málþófi og undarlegum auglýsingar. Já, það er svona áhugaverð, sko, ég hef fylgst með þessum fiskveiðistjórnarmálum náttúrulega alveg frá því kvótakerfið var sett á og það, mér finnst þessi umræða núna svo sem ekkert endilega svo ný. Það er bara svolítið svipað og hefur verið áður, mér finnst það. Og en það er alveg ljóst að ríkisstjórnin hún hefur alveg fólk með sér í þessu, ég held að það sé alveg á hreinu og til dæmis stuðningur við samfylkinguna hefur aukist bara stöðugt frá kosningum sem ég veist bara stórmerkilegt og held að sé nú að mestuleyti Kristrúnu að þakka. En svona, já, og þetta í rauninni er alveg rétt, sko, sem þú ert að segja, Páll, sko, þetta snýst ekkert lengur eitthvað, sko, þú veist, á að hækka þetta svona mikið eða bara hinsegin eða svona, ég er alveg sammála því að þetta er svolítið spurning hver á að ráða þessu. Og auðvitað er það eðlilegt að stjórnvöld ráði þessu og tali fyrir þjóðina hverju sinni. En ég er svona svolítið kannski sammála því að þetta eru flókið mál, sjávarútvegsmálin, og það er bara alls
ekki allir sem bara skilja þau, það bara svoleiðis. Ég talað við fullt af fólki sem bara skilur þau alls ekki neitt og skilur til dæmis illa rekstur fyrirtækja. Og það finnst mér líka bara svolítið svona vandamál í okkar samfélagi vegna þess að þetta náttúrulega viðskipti og eru nauðsynleg og rekstur ýmissa atvinnugreina. Og mér fannst nú stundum þegar ég var í blaðamennskunni að það var nú oft, ég vissi ekki til dæmis landbúnaðarkerfi, þetta rosalega flókin kerfi, margbúið að breyta lögum, þetta bara svona, það ekkert alveg auðhlaupið að ég fylgjast með þessu öllu. En fólk hefur auðvitað tilfinningu fyrir því að það að koma til auðlindagjald fyrir þær auðlindir sem eru nýttar og ég segi fyrir mig að ég vil bara fá auðlindagjald á allar auðlindir og ég hefði bara viljað að það er úr því að það var farið að gera þetta, þá hefði ég gert þetta bara strax. Tekið bara orkuna, ferðaþjónustuna og allt þetta og lagt bara auðlindagjald á þetta allt saman. Vegna þess að það er svo auðvelt fyrir þegar þetta byrja svona einni grein og einn grein tekin í einu, þá er svo auðvelt einhvern veginn að koma bara að segja þetta sem einhverjar ofsóknir á hendur þessari grein en sem það er náttúrulega ekki. Og ef þetta væri gert svona allt í einu þá held ég að myndu svona skilja þetta betur og það eru bara þjóðir sem hafa gert þetta og ég sé ekki betur en að þeir sem er að ákveða þetta núna, þeir viti alveg hvað þeir eru að gera og það er svona verið að tala um að þetta hafi verið gert svona hinsegin og þetta gerir þetta frekar í áfengum og gerir þetta svona og ekki svona mikið heldur minna og það var náttúrulega ljóst að fyrir ríkisstjórn, ég las það nú í grein eftir Þorstein Pálsson, hún var nú bara búin að ákveða að hækka veiðileyfagjöldin 5 milljarða skiljiði, þannig að þetta er ekki bara spurning einhverja tölur, þetta er svona ákveðin valdabarátta. Og það er bara mjög áhugavert. Það er mjög áhugavert að sjá hvernig það kemur út og ég held að þetta muni nú allt saman bjargast en það er náttúrulega þannig að stóru útgerðirnar sem eiga að borga mest, þær eru náttúrulega ekkert margar. Það eru þessi 5 fyrirtæki, minni mig. Það er fleiri þættir í þessu vegna þess að það er líka eitt sem að þessi ríkisstjórn ætlar, ég veit ekki betur en að það sé einhvers staðar í kerfinu verið að vinna að nýrri skýrslu tengsl sjávarútvegs og aðra hluta atvinnulífsins, það er að segja eignarhald stórra útgerðarfyrirtækja í öðrum geirum atvinnulífsins. Þessi tilraun, hún mistókst í tíð síðustu ríkisstjórnar, það sem að kom upp úr hattinum var vissulega skýrsla umsvif útgerðarinnar en hún var óskiljanleg vegna þess að hún gekk ekki nógu langt og mér skilst að þessi skýrsla eigi að vera miklu skýrari og ég held að þegar þessi skýrsla birtist og menn átta sig á því hvað stóru útgerðarfyrirtækin eru búin að koma sér vel fyrir á öllum sviðum atvinnulífsins að það verður ekki góður dagur fyrir útgerðina og þá verður þeir fegnir að hafa tapað þessari orðstu sem nú stendur yfir. Þannig að áróðurstaða þeirra væri miklu verri ef þeir eru eftir að sigra. Og sumpart er vandi útgerðarinnar, fólgin í því held ég, að þeir hafa of lengi búið við stjórnvöld sem hafa verið þeim hliðholl. Og þeir halda að af því að stjórnmálaflokkunum finnst vænt þá, að þá hljóti þjóðin eða þykja vænt þá. En það er ekki þannig og það eru þeir að uppskera núna og þess vegna vita þeir ekki almennilega hvernig þeir eru að bregðast við þessu og grípa til alls konar svona undarlegra áróðusbragða eins og við sjáum í þessum auglýsingaherferðum sem hafa sennilega snúið mörgum gegn þeim. Annað sem er gaman að velta fyrir sér er að síðustu fréttirnar af stórútgerðinni er á þessum efnum er það að fyrirtæki sem heitir Millan Bandstrik Ora er í eigu Ísfélagsins Vestmanni Guðbjörg á þetta að þeir keyptu Gunnarsmajónes og eigum við að trúa því að það hefði verið einhver þjóðarvá ef að Ísfélagið hefði ekki haft efna á því að kaupa majónesið. Nú eiga þeir sem sagt allt Ora, allt sem við étum úr dós eiga þeir, allt brauðið sem við étum eiga þeir og nú eiga þeir majónesið líka. Og eigum við í alvöru að vera ánað með þetta. Ég held að sé engin ánað. Er ekki löngu tímabært að Kannski ekki við það? Já, þetta er minn sími sig. En Steingerður, hvað segir? Mér er bara eiginlega algjörlega óskiljanlegt af hverju útgerðin ákvað að fara
fram með þessum hætti. Mér finnst þetta frumvarp ekki vera nein frágangssök og ég algjörlega sammála Páli í því að þetta ekki stórmál fyrir þessar stærstu útgerðir. Það búið, eins og þú segir, að gera málamiðlun og koma til móts við hina og mér finnst það eiginlega bara algjörlega óskiljanlegt að hafa ákveðið að fara á stað á þennan hátt og ég líka algjörlega sammála að þessi auglýsingaherferð þeirra afskaplega ósmekkleg og ég get ekki ímynda mér að nokkur maður hafi mikla samúð með þeim og ég tek bara undir með Guðbjörgu eða Guðríði þarna karakterinum hennar Eddu Björgvins að mér finnst það bara algjörlega dásanlegt framlag og ég efast ekki að mörgum öðrum líður eins og eins og ég segi mér finnst þetta vera stormur í vatnsglasi og þessi menn eiginlega bara gera lítið úr sjálfum sér eins og Guðmundur í Brimi sem fer að tala um það að fiskurinn sem syndir í sjónum eigi sjálfan sig. Getum við þá ekki á sama hátt sagt að náttúran eigi heita vatnið eða að kindurnar sem að ganga hér á fjöllum að þær eigi sér sjálfar og við eigum engan rétt á að nýta þær eða hugsa þær sem einhvers konar auðlind. Þetta bara ég veit ekki, þetta svona eitt af þessum málum sem að skilur mann eftir með óbragð í munninum og það hefði verið miklu flottara, miklu göfura ef þeir hefðu bara tekið þessu þegjandi og sagt já, við erum tilbúinir að leggja fram og gera það sem við getum til þess að halda þessu samfélagi hérna gangandi. Já, af því að þörfin svo mikil, sko. Já, við erum fjármagna samfélag, sko. Nákvæmlega. Og við erum að tala hérna alltaf innviðaskuldir bæði í samgöngum og annað og þeir eru að tala að halda í byggð þessum litlu þorpum. Ef við hefðum meiri peninga til þess að gera til dæmis jarðgöng og bæta vegakerfi og laga, þá væri það miklu meira framfara skref fyrir þessi litlu samfélag heldur en nokkuð tíman það að það sé einhver loðnubræðslaðar eða eitt frystihús. Já, það kannski skiptir máli ef það eru bara ein loðnubræðsla og eitt frystihús á staðnum. Mikil ósköp, en væri þá ekki líklegra að það yrðu fleiri frystihús eða fleiri loðnubræðslur þegar aðgengið orðið betra og það betra að koma afurðinni á markað og ódýrara vegna þess að aðgengið einfallega betra og auðveldara. Þannig að ég sé ekki annað eins og ég segi en að þessi menn eigi bara að girða sig í brók og segja við erum glaðir að við getum lagt eitthvað til og gerum það með glöðugeði. Þeir bældi ekkert í því þegar þeir voru að kaupa upp skip og kvóta úr hverju sjávarplássum eftir öðru. Það bara, talið held í 20 bara sjávarpláss sem ekki lengur með útgerð. Nei, en sko það sem ég finnst svolítið, þegar við erum að tala um það að menn séu einhvern veginn að segja þetta og gera hitt og eitthvað, þú veist, mér þetta bara alveg hjartanlega sama. Ég meina, mér finnst bara eðlilegt að gera þetta og mér finnst ekkert skrítið við það að einhverjir hagsmunaaðilar bara rísu upp og verji sína hagsmuni, mér finnst ekkert skrítið og þess vegna mér finnst það bara mikilvægt að þetta virki, ég meina hagsmunaaðilar eiga að sjá að verja sína hagsmuni og stjórnmálamenn eiga að sjá að stjórna landinu og bara, mér finnst bara gott að þetta virki og ég sé ekkert að því þó að menn sé og ég hef ekki einu sinni séð þessar auglýsingar allar og fannst þær ekkert svona ég meina, ég sá þessar norsku auglýsingar ég hef aldrei séð þær, þannig ég veit ekkert hvernig þær eru og mér finnst þetta bara svona frekar óinteressant og að menn séu alltaf hrópandi og kallandi og að útgerða menn séu grenjandi eitthvað og svona, mér finnst þetta frekar dónalegt að tala svona við fólk, það bara að segja sína meiningu og sínar og halda á lofti sínum sjónarmiðum. Ég sá aldrei þess að exit-þætti, þannig að ég svolítið Nei, ég sá það ekki heldur og vissi aldrei neitt þetta. Ég held að það skiptist nokkurn veginn þannig, sko. Ég sá það ekki. Það fyrir vikið skilur, þeir sem ekki sáu þættina, þeir botna ekkert í auglýsingunni. Nei, ekki neitt. En hinir sem sáu þættina, þeir skilja þetta aðeins öðruvísi en þeim finnst auglýsingin ósmekkleg. En ég held Páll að því þú veist að tala áðan að stjórnmálum var svo góðir við útgerðina. Ég meina, það náttúrulega bara þannig að þegar ég að byrja að fylgjast með útgerðinni fyrir mörgum árum, þá gekk þetta allt í húrandi tapi öll ár og það var verðbólga og það var verið að fella gengið og það fekk ekki nokkuð maður neitt út úr þessari auðlind að ráði, sko.
Þannig að ég held að það hafi verið gott að setja kvótakerfið á. Mér finnst til dæmis að framsalið og hvernig það var útfært, það hafi verið mistök. Vegna þess að það bara gerir það er engin hömlur á því hvað er hægt að sanga saman miklum bara peningum á eitt stað. Já, þetta bara, ég sé bara ekkert að þessum... Nei, það var áreiðanlega rétt að setja hömlur á veiðarnar og búa til kvótakerfi. Og ég held að það sem er sagt fallegt kvótakerfið og hagkvæmni þess, margt af því er satt. Og svo geta menn haft mismunandi skoðanir á því hvernig endurreisn þorskstofnsins hafi tekist undir kvótakerfinu. Vegna þess að aflatölur í þorski eru þrátt fyrir allt ekki eins háar eins og það voru. Nei, það voru 400.000 tonn þegar settu kvótana á og 300.000 núna. Já, það er þannig. Tölurnar segja þetta. Það er engin loðnaveidd. Ég held að það sé annað eða þriðja árið sem að það gerist ekki. Ég held að Íslendingar sé alveg hættir að veiða humar og þannig getum við labbað í gegnum nokkra tegundir sem að þrátt fyrir markvissa fiskveiðistjórnun undir eftirliti vísindamanna hafa ekki hvorki rétt úr kútnum og kannski vegur þeirra heldur farið versnandi síðan að kvótakerfið var sett á. En það er út af fyrir sig rétt að kvótakerfið er ágætt og margt gott það að segja. Sjávarútvegurinn er gríðarlega flókin atvinnugrein og þessi hagræðing sem að varða óhjákvæmilega í kjölfar þess að það var leyft að veðsetja kvótan, að hún hefur auðvitað verið rosalega sársaukafull fyrir margar smærri byggðir á landinu. Ég sé ekki hvernig á að snúa þeirri þróun við. Það verður ekki, það er víða í þessum bransa eins og öðrum, það er ekki hægt að fara tilbaka. Þú getur ekki horfið aftur til einhverjar fortíðar sem þó þér finnst hún hafa í baksýnisspeglinum hún hafi verið góð. Við erum komin hingað og þá verðum við bara að taka haustak á þessu og reyna ef að við viljum að það sé satt að þjóðin eigi auðlindirnar, að þá verðum við að koma betra skikki á innheimtu auðlindagjalds heldur en verið hefur. Ég held kannski að útgerðin hafi notið þess þeir hafi notið þess að þeir voru svo mikilvæg atvinnugrein svo lengi og skiptu svo miklu máli í þjóðarbúinu. Núna er það töluvert breytt. Nú bara, það er alltaf stöðugt minna og minna vægi sjávarútvegsins og kannski endur við bara eins og aðra þjóðir með ríkisstyrktan sjávarútveg sem að þarf þá ekki að vera að rífast mikið yfir. Nei, við erum svo langsam með míð og annað við erum mjög heppin. Hvað hafið varðar Já, við erum það en það er náttúrulega líka margt annað sem sækir sem er bara stór hættulegt hvað þetta varðar, eins og bara til dæmis þetta fiskeldi, þetta innfjarða fiskeldi sem veldur gríðarlegri mengun og af því að Páll nefndi humarstofnin, þá held ég að humarstofnin, ég man þetta kannski ekki alveg nógu vel, en ég minnir að ég hafi heyrt að humarstofnin hafi hrunið vegna einhvers sjúkdóms sem að kom upp í humrinum og var til þess að hann bara gersamlega hvarf. Og það var vegna þess að inn í vistkerfi humarsins bárust öfl eða einhverjir þættir sem að passa alls ekki þar inni og það var það sama og gerðist með hörpudiskin í Breiðafirði að hann skelin bara eyðilagðist vegna þess að þar var komu inn þörungar sem eyðilögðu það og þetta til dæmis líka að nú er grjótkrabbi að farin að hasla sér völl og nema land bæði við Reykjanesið og inn í Hvalfjörð og það er eitthvað farið að nýta hann en hann er hins vegar að mér skilst óheppilegur fyrir ýmsar aðrar tegundir sem þarna eru og þetta er alltaf það sem að við þurfum líka að athuga að hvert og eitt vistkerfi er heild og ef þú ert að koma með eitthvað ókunnugt inn í vistkerfið þá ertu að skapa hættu og það er bara það sem við erum að lenda í núna með lúpínuna og skógakerfilinn sem vaða hér yfir allt og út allt en þetta átt að vera þær jurtir sem átt að bjarga öllu jarðvegsfoki hér og þetta átt að festa niður landið og allt þetta
En svo sitjum við uppi með það að þessar jurtir eiga enga óvini í þessu kerfi okkar. Það enginn sem að stemmir stígu við þeim og þar af leiðandi eru þar að leggja undir sig heilu landsvæðin þar sem íslensku lágráður á ekki séns. Já. Það ekki gott. Það náttúran þolir ekki tómarúm. Nei. Það sagt. Og grjótkrabbinn er mjög áhugavert kvígindi. Ég hef ekki smakað hann, en mér skilst að hann sé mjög góðu matur, þannig að kannski er þetta bara spurning aðlögun og fara að kvótasetja kvikindið bara og fara að veiða hann og reyna að koma hann í dósir og selja hann. En þegar við talum hafið, að við hittum útgerðarmann sem var að segja hvað það, og hann sem sagt með fiskverkum líka, að í normal ástandi þá hausinn af fiskinum 13% af þyngdinni, en núna hún 16-17%, sem segir okkur það að fiskurinn mjórri, flökið þynnri og hann hefur ekki nóg að éta. Já. Eitthvað stað kemur þetta að hausinn viktar alltaf hlutfallslega meira af hildaþyngdinni. Þetta flókið samspil og það varasamt að við getum ekki ákveðið fjölda veitara rjúpna út frá skýrslum að byggta það á áliti einnar rjúpnaskýtt og við getum ekki hlustað á trillukalla þó að við okkur finnist þeir séu stundum næri jörðinni heldur en aðrir veiðmenn. Það fullt af hlutum sem að gerast í lífríki Íslands sem að við erum býsna skuggalegir og við vitum ekki nákvæmlega hvað það sem að gerast. Það veit enginn, ég held að vita enginn nákvæmlega að hverju selurinn eiginlega að verða útdauður í Ísland. Og það eins með grjótkrabbann. Við vitum ekki, hann bara breiðist út og við vitum ekki nákvæmlega hver áhrif hans, hvað hann tekur frá öðrum í lífríkinu og svo framvegis. En við viljum gjarnan berja höfðinu við steinin, Við viljum ekki, það undarlegt að sjá, lundan á listum yfir fugla í útrýmingarhættu og sjá hann svo líka á matseðlum veitingastaða við Laugaveginn. Það við erum einhverju þversögn með þetta. Við viljum hverfa aftur til fortíðar þar sem að var nóg af lunda og allir borðuðu hrefnukjöt og eitthvað svona. En þetta bara ekkert hægt, við getum ekkert farið tilbaka. Það á krítísku svæði að barnshafandi konur megi borða hrefnukjöt og samt erum við að velta því fyrir okkur hvort við eigum ekki endilega að veiða hana og borða hana eins og við gerðum í gamla daga. Þetta stundum ekki í einu samhengi við raunveruleika. Einu sinni þótti einhvern tímann var hrefnikjötið auglýst þannig að þótti góða matur. Ég meina, ég borða mér skammt að þessu eins og við sjálfsagt öllur. Í gamla daga þá var þetta í öllum búðum alltaf. Já. Og ódýrari matur, en í endurminningunni þá þetta ekkert alltaf góður matur. En nú hvalur ekki að veiða neitt í sumar og mann skilst að séu litlar veiðar á hval. Nei, það lítið fyrirtæki vestur í... Já, eitthvað pínu lítið. Já, sem að... Það veiða 5 hrefnur, sagðan. Já, ég held að þeir hafi aðalega sótt hrefnuveiðileyfið til þess að sýna fram á að það væri ekki bara verið að gera þetta fyrir hval-HF. Og nú þegar hvalur hefur dregið sér hléð þá neyðast þeir sennilega til þess að fara á sjó og veiða 5 hrefnur og þá fer það að rekast á hagsmuni heimamanna fyrir vestan að því að hvalaskoð djúpið alltaf fullt af hnúfubak og Ég held að hljóta nú að leggjast af hvalveiðarna bara sjálf krafa. Ég held það. Ég alveg sammála því. Það engin glóra í þessu. Nei. Og þetta stefni bara í eina átt. Já. Og það alveg undarlegt hvað við höfum í rauninni lengi gengið undir þessari þráhyggju. Þetta einn gamall maður sem vill veiða hval. Og bátarnir eru frá því fyrir stríð og það vill enginn kaupa þetta, það vill enginn borða þetta. Ég skil ekki hvaða skrípaleikur þetta annað en það bara, þetta einhver svona nostalgía sem fóðruð af mjög djúpum vörsum og miklum penningum. Já, það fyrir stjórn þannig. Ég man ekki betur en einhvern skrifaði maður fréttu það að vinslan í Hvalfirði, hún á undanþátt því þau matvæla vinsla undir berum himni. Það bara ekki, þykir ekki gott, að það fuglar fljúgandi yfir og það bara en þeir undanþágu til að verka mannamat undir berum himni. Og starfsemi hvals og þessar leyfisveitingar, þetta skýrasta dæmið óheilbrigt samband stjórnmála og atvinnulíf sem við höfum fyrir framan okkur og höfum haft í áratugi. Við eigum ekki að líða þetta. Nei, en nú erum við búin að tala margt svo sem
Og ekki bara ágætt að við svona förum bara að leggja bryggju? Ef þú ræður, þú ert skipstjórinn. Já, ég segðu Erna Steingerður og Páll Ásgeir, takk fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Þátturinn heldur áfram eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is